Þá vorum við Nunni mættir aftur eftir síðustu Danmerkurferð, haldið að verið síðasti þátturinn okkar. Báðir búin að taka út COVID og erum galvaskir að taka upp nýja þætti núna. Ég ætla að tala aðeins við ykkur gilin hérna á Akureyri í dag og ég ætla að byrja á gilinu nyrsta sem er Glerárgilið. Þar hefur verið gerð mjög mikil bragarbót á öllum málum fyrir almenning. Það er búið að malbika þar þessu flottu stíga. Það er búið að gera upp gamla stöðvarhúsið sem var niðri og er niðri í gilinu og síðan leiðina frá þeim stað og suðra Mölóssand í gegnum skóginn sem nú er komin upp og var í upphafi ætlað sem svona teppi í kringum Akureyri og má segja að Árni Steinar Jóhannsson hafi verið frumsmiður að þessu öllu saman og við erum að njóta þess núna í dag að þetta er komið upp. Þetta er ekkert breitt svæði en þetta er afskaplega fallegt að ganga meðfram Glerárni og þarna niður. Þetta er í sjálfu sér allt til fyrirmyndar, þangað til kemur niður á ósnum að Glerárni. Þar er eitthvað skrítið að gerast, það er annaðhvort búið að moka í þetta eða grafa úr þessu þannig að í staðinn fyrir að þarna sé fallegur ós, þar sem land og sjór mætist, að þá erum við að tala einhvers konar lygnan skurð sem liggur þarna niður. Þetta svona hlutur sem við þurfum aðeins að passa. Ef við færum okkur svo aðeins sunnar þá komum við að Skátagilinu og það er eitt vandræðabarn Akureyringa. Ég sennilega er búinn að gefa upp alla vonum að ég lifi það af að það verði einhvern tímann að einhverju en það svæði frá brekkunni, frá Oddeyrargötunni, niður Skátagilið og niður að höfninni er einhvers konar bútasaumur sem að ég sé ekki fyrir endan á að verði hvorki fugl né fiskur. Þetta er svolítið vandræðalegt hjá okkur að við erum alltaf að taka einhverja pínulitla parta og skipuleggja þá án tillits til nokkurs annars. Þetta þarf að taka allt í heild sinni og skipuleggja þetta og síðan getum við farið í þetta svona hægt og rólega eftir því sem að peningar eru til. En að hafa yfirsýn yfir þetta og eitthvað markmið að vinna eftir er í raun og veru alveg nauðsynlegt fyrir okkur. Við færum okkur aðeins sunnar í mest menguðu og háaðasömustu götu á Akureyri, það er Listagilið. Það hefur verið að gera einhverja betrumbætur þar en þar vantar líka algjörlega að taka það í gegn frá sundlauginni og alveg niður að sjó. Hvernig við sjáum það fyrir okkur. Þannig við lendum ekki í þessum eins og ég kalla svona bútasaum aftur. Við skulum svo færa okkur aðeins sunnar og þá erum við komin í gilið fyrir ofan Sýslumannshúsið sem við köllum eða þar sem Hvammur var áður fyrir, þar sem skátaheimilið var. Þar sú brekka, hún er í algjöru órækt. Þar gætum við komið út úr Lystigarðinum, labbað niður og endað hérna út við sjóinn hérna niður frá. Sem sé að skipuleggja þetta alla leið frá brekkubrúnunum og út í sjó. Þetta er einn af þessum hlutum sem við líka þurfum að taka svo í gagnrýni nú pínulítið. Og svo komum við hérna frá suður eftir og nú erum við komin suður í Búðagilið hérna og það er kannski það sem við ætlum að labba í dag. Þar frá brekkubrúninni fyrir ofan upp við aðkomuna að kirkjugarðinum, þar þyrftum við að skipuleggja svæðið alveg þaðan og hinga niður að sjó. Ekki vera að taka svona einn og einn bita. Við erum með vandræðaástand hér niður frá þegar að þetta er farið, þessi hús sem hér eru. Við erum með leikvöllin hérna í upplaust, það á að byggja við sambýli sem þarna er og sennilega verður tekið af leikvöllinum undir það. Þar fyrir utan er spurning hvort að leikvöllurinn eigi að vera við þessa mengunargötu og miklu bílaumferð hérna. Það er ekkert skjólu þarna. Ég skal sýna ykkur á eftir hvar ég vil hafa leikvöllin. En það sem við þyrftum að gera hér eins og var hér í gamla daga, það er að gera hér bryggju. Þetta er það sem okkur vantar í bæinn okkar. Þetta er bara svona, eins og ég segi, það er mannbætandi að labba niður á bryggju með börn eða barnabörn, veiða aðeins. Tíminn stendur svona pínulítið í stað og það hafa allir gaman að koma á bryggju. Í dag er í raun og veru engin bryggja sem hún kemst á til þess að
upplifa eitthvað, þú getur upplifað eins og með krökkunum, þú getur upplifað öldugjálfur eða sjávarklið, þú getur upplifað svona saltlykt í loftinu, þú getur upplifað sjóinn náttúrulega og dýralífið í honum. Það er svo margt sem við getum gert hérna, sem við erum að læra kannski í skóla, við getum haft þetta bara hérna rétt hjá okkur. Ég veit að það er að fara yfir þessa götu, en það er bara úrlausnarverkefni. Það er fullt af lausnum til að gera þetta. Málið er bara við þurfum að setjast niður, spjalla þetta, koma með tillögur, kynna þær og verða sátt þetta. Það er ekkert óyfirstíganlegt að þjóðvegur 1 liggi í gegnum bæ. Það er ekkert óeðlilegt að maður þurfi að hægja á sér þegar maður kemur svona inn í bæinn. Þá erum við komin hér upp að Hafnarstrætinu. Við erum með Túlnhúsarhús hérna á vinstri hönd, við erum með Höfner hérna og við erum með alveg ótrúlega falleg hús, allt í réttum skala og fínt. Við erum með pakkhúsi hérna á móti sem að tilheyrði Höfnershúsi. Við erum með þessa húsaröð hér fyrir ofan og Kórónan eða djásnið þar er náttúrulega gamla apótekið sem við komum að á eftir. Ég ætla ekki að fjalla þessi einstöku hús því við kæmumst þá ekkert áfram ef ég ætla að fara að segja sögu þeirra allra, en það eru það mér fróðari menn sem eru með það og ég vil benda á sérstaklega einn vinn minn, Arnór Blika Hallmundsson. Hann er alveg hafsjór af fróðleik öll þessi hús. Hann hefur verið að skrifa og blogga undir, já ég veit ekki, man ekki alveg hvað heitir þeir, þið finnið það nú, en þar hefur hann verið með sögu húsana algjörlega frá A til Ö. Endilega kíkja á þetta. Svo er náttúrulega Akureyri, fjaran og innbærinn eftir Hjörleif Stefánsson er algjör gullmoli að eiga. Það er farið svo ótrúlega flott í öll húsin hérna líka og menningarverðmætin sem við erum með hérna. Það er farið í friðunarflokkana sem flest öll þessi hús í, plús það að vera líka sem sé hverfi hérna eða einingar sem eru friðunarverð. Ég ætla að nefna röðina hér út eftir sem að ég er með pínulitlir hrolli í vegna þess að hér var slys, hörmulegt slys fyrir ári síðan. Hús brann, það var mannslát hérna. Það þarf að fylla í þetta skarð með einhverju og þetta er eining sem er talin þess virði að vernda. Og nú bara spurning hvort okkur tekst að sitja í þetta skarð eitthvað sem passar í þetta. Ég er spenntur en eins og ég segi, ég er órólegur, skulum orða það þannig. Ég ætla að labba hérna aðeins lengur upp eftir því að mér finnst alltaf þetta svæði hér, þetta vera eina svæðið á Akureyri þar sem er einhvers konar svona torgmyndun. Og það er ekki bara, það er ekki gatan sem slík, heldur er það húsin sem halda utan þetta. Það er verslunin hérna með þessum fræga Brynju ís og svo er það bara mannmergðin hérna á sumrin á góðum dögum þegar staðið er hérna fyrir utan. Fylgst með þessu, veit ekki hvort fólk hefur tekið eftir því, að leið og þetta þrengir svona og árið svona tiltölulega vinalegt allt saman, það hægir á öllu, það er engin gegnumkeyrsla hér í gegn, menn keyra rólega, það er tillitssemi, það verður allt hægara, menn heilsast og vinka til hvers annars. Þegar þú fer hérna inn, kaupir þinn Brynju ís, fer síðan út aftur og heldur á þeim báðum og mætir nágrannanum sem þú varst að skammast í, já þá brosa allir og heilsast. Það er ekki hægt með 2 ísa í hendinni, barnabörnin bíðandi í bílnum, það er ekki hægt að vera í vondu skapi, það er bara svoleiðis. Og þetta svæði hérna, þess sem við þurfum svo víða, getum haft, við erum með þau út allt en við gerum bara ekkert í því. Þetta er dæmi svona eitt af þessum torgum og það er nákvæmlega sama og gerist hér eins og þegar ég er í sundi, allir hálfberir út í potti. Það verður allt svona rólega vegna þess að fólki líður vel. Og það er það sama sem gerist hér, fólki líður vel hérna.
Það er ekki að flýta sér úr einu stað í annan. Þetta andrúmsloft hér vantar okkur svo innilega í hverfin okkar sem við erum að hanna í dag. Það vottar ekki fyrir þessu neins staðar þar. Þó jafnvel þetta standi í skipulagslýsingum að þetta eigi að vera svona, að þá er það bara ekki. Og við getum séð bara að það þarf ekki annað en eina litla ísbúð til þess að gera þetta. Hún er að vísu orðin fræg í allri Evrópu en það er sama. Hér er eins og með leikvöllin sem er hér fyrir hverfið og hefur verið mikið styrr eftir því ég best veit. Sambýlið er hérna, það á að stækka það og þá verður væntanlega tekið eitthvað af leikvöllinum. Hann er hérna alveg við veginn hérna niður frá og ég veit að það er örugglega einhver eftirsjá eftir honum. En spurningin er, eigum við kannski að flytja hann bara upp í gilið þar sem hann var áður? Ég ætla aðeins að viðra þeirri hugmynd og við förum þangað upp eftir og kíkkum á aðstæðu þar aðeins, hvort að það er eitthvað inn í myndinni. Það er ekki skjól hérna mikið fyrir norðanáttinni, það er hávaði frá götunni og það er mengun hérna. Það er svona neikvæði við þetta. Að öðru leyti er þetta á jafnsléttu allt saman og gott aðgengi, en við skulum skoða aðeins lengra upp í Búðagilinu. Við labba hérna aðeins upp eftir. Hérna á vinstri hönd höfum við Geirshús, séra Geir prestur bjó hérna. Svo erum við með þessi litlu hús hér. Þetta náttúrulega dytti ekki nokkrum manni í hug í dag að fara að færa. Þetta er sjarminn við þetta svæði hérna. Þetta er búið að standa út í götunni frá því að var byggt. Húsin hérna, eins falleg eins og þau eru, hér vantar í hús og nú skulum við athuga, dytta okkur til hugar að fara að byggja háhýsi til dæmis hér. Ég held að það dytti ekki nokkrum einasta manni það í hug og vegna hvers? Vegna þess að það passar ekki við húsin sem eru hérna. Heildarmyndin myndi raskast við þetta allt saman. Og af hverju sjáum við þetta ekki í Tónatröðinni eða niður á Oddeyrinni? Það er vegna þess að leið og skalinn hjá okkur verður stærri, þá er svo skrítið að við eigum svo erfitt með að sjá hlutina í samhengi. Við horfum á þetta og segjum þetta er fallegt, þetta er flott, svo snúum okkur við og gerum eitthvað allt annað hinum megin. Ef við síðan sjáum þetta í samhengi, já þá gengur þetta ekki upp. Og ég hef stundum sagt bara sem grín, það er nú við krakkana í kennslunni hjá mér, ef ég er að fara út að skemmta mér og vantar fín föt, þá fer ég niður til Ragga vina minns í J.J., hann velur á mig skyrtu, bindi og jakka og ég kaupi það og síðan kaupi ég hjá honum flotta sundskýla þannig að selja hana. Sundskýlan er flott og jakkinn og skyrtan og það er líka flott, en þetta passar engan veginn saman. Þetta er svona aulasamlíking en enga síður er nákvæmlega í raun og veru þetta sem er að gerast þegar við erum að skipuleggja hverfi og jafnvel bara götur. Þannig að við þurfum að sjá þetta í svolítið samhengi allt saman. Við getum ekki bara snúið rassinum í það sem er komið og síðan gert eitthvað allt annað hinum megin. Og svo er engin heildstæð mynd á þessu neins staðar. En ég ætla að labba aðeins hérna ofar og við skulum athuga með leikvallastæðið sem ég hef mikinn áhuga á. Ef þetta er ekki svæði fyrir krakka til að leika sér á, hér þyrfti bara að hleypa landslagsarkitekt í, það er að fara aðeins með vélar hérna og gera þess að hér voru stígar upp, hér voru pallar, laga þetta aðeins til og gera þetta aðgengilegra fyrir börnin, þá er allt til alls hérna. Það er sléttlendi hérna niðri, það er brekkan til að klifra í, það er brekkan til að renna sér í á veturnar, það er lognið hérna, það er lítil bílaumferð í þessum töluðu orðum og þetta er bara kjörinn staður. Það er skógurinn hérna fyrir ofan, það er skógurinn hérna á móti og síðan getum við, og ég ætla að skoða það eins og eftir, farið lengra hérna upp eftir
smá göngutúr og þar komið alveg nýtt ævintýraland sem var hægt að nota aftur líka. Þá erum við komin hingað upp, efst í eða svona efri hlutan af gilinu. Ég ætla að labba aðeins lengra hérna upp eftir vegna þess að hér fyrir ofan hefði ég viljað hafa framlengingu á leikvellinum. Við erum með lækinn hérna, við erum með skóginn hérna, við getum stíflaðan og gert smá svona tjörn hérna, en ævintýraferðin gæti verið frá leikvellinu niður frá og hingað upp eftir til að borða nesti. Þetta svæði allt saman hægt að nota, það allt til staðar hérna. Svo ég segi við þurfum bara að hleypa góður landslagsarkitekti í þetta, taka hérna svolítið til. Það gætu verið kofar hér eins og var hér áður þegar hesthúsin voru hérna, kanínur eða guð má vita hvað gæti verið hérna. En allavega við getum nýtt þetta svæði í dag, takið eftir, og nú trúum við náttúrulega enginn, í dag lokað hérna vegna aurbleytu. Árið 2022. Ég hef ekki séð svona skilti eða aurbleytu áður síðan ég var smástrákur í sveit og var að fara yfir gamla Vaðlaheiðarveginn, þá var hann oft lokaður. En að þetta skuli vera til í dag, það náttúrulega, það liggur við þetta sé það fyndið að við getum notað þetta sem svona túristattraktsjón einhverja, þar sem fólk geti komið og skoða þetta. Útlendingar hafa aldrei séð aurbleytu og þeir geta heldur ekki sagt orðið. Þetta myndi slá Eyjafjallajökli algjörlega út. Hér lækurinn í allri sinni dýrð og hann alveg hérna upp úr. Þetta náttúrulega bara þvílík ferla fyrir krakka að komast hérna í þetta. Og heyra lækjarniðinn hérna, það engin bílaumferð og ekki neitt, þetta bara náttúrulega hljóð hérna. Þetta eigum við að nýta, þetta gullmoli algjör gullmoli hérna. Og svo spurning hvort við eigum kannski að loka götunni bara efst uppi og hafa þetta bara svona útivistarsvæði hérna fyrir bara börn og fullorðna. Þá erum við komið hér að, skal ég segja ykkur, svona stríðsminjum og þetta kannski spurning hvort við eigum ekki aðeins að halda upp á þetta til þess að hafa þetta með í sögun okkar. Þessum stað hérna var vélbyssuhreiður eða fallbyssuhreiður eða hvað við köllum það, vegna þess að það var engin skógur hérna þá, þannig að það sást vel út fjörðinn. Það var engin skógur hér í hlíðinni, þannig að það sást vel suður fyrir flugvöllinn og suðrættir. En mér áskotnaðist hérna bæklingur sem var borinn út í öll hús á stríðsárunum og ég ætla að lesa fyrir ykkur aðeins þessar leiðbeiningar sem voru bornar í hús. Ég veit ekki hvort að nokkrum munni hefur dottið í hug að fara eftir þessu eða hvort það hefur verið hægt. En þetta heita loftvarnir, varnarreglur vegna loftárása. Fyrsta, haldið ykkur inni í húsum ef loftárás ber að höndum. Lesið leiðbeiningar á blaðsíðu 18-20 í loftvarnabæklingnum. Bara að halda rósinu og lesa. Númer 2. Hver húsráðandi gerir sér ljóst hvað öruggast sé í húsi hans og skýrir öllu sem í húsinu búa frá því. Ef þér eruð út á götu þá leitið þið þeirra staða sem merktir eru loftvarnamerkjum ef þeir eru nálægt, en annars í næsta kjallara og þá þarf að lesa blaðsíðu 21-22 í loftvarnabæklingnum. Nú ef aðrar árásir var að ræða, maður þarf að velja á milli, ef árás önnur en loftvarnarárás er gerð á bæinn og ef árás vitað svo snemma tími sé til að flytja úr bænum, þá eru menn varaðir við að fara leiðina til Kræklingahlíðar, því vegna hernaðaraðgerða verður hún hættuleg. Á leiðinni inn Eyjafjörð eru menn varaðir við að halda sér nálægt Melgerðismelum, jafnskjátt og hljóðmerki eru fengin. Hingað verður gefin út auglýsing notkun þeirra. Þetta gefið út Akureyri 13. júlí 1940 og það loftvarnanefndin sem gefur þetta út.
Mér finnst þetta eitthvað svo brest að menn bara lægi bindið og lesi þetta í rólegheitum. Ætli maður myndi ekki bara hlaupa í burtu í skjól einhvers staðar. En allavega, þetta var hérna. Við stöndum á þessum stað og ég ætla að sýna ykkur aðeins hérna fyrir neðan græna húsið á bakvið hornhúsið hérna sem að konsúllinn bjó í, þýski konsúllinn, ofan af höfðanum hér í kirkjugarðinn og niður er til þessi fræga mynd af fána á stöng sem er nasistafáninn. Og samkvæmt mínum heimildum, og ég held að það sé alveg rétt, ég ætla ekki að gera þetta til að ögra neinum, en ég ætla bara að segja þetta tilheyrir orðið stríðsminnum í dag. Þessi fáni er til ennþá og að sjálfsögðu vekur ugg og slæmar tilfinningar, en hann hékk á þessari stöng þarna niður frá. Það er ekki nóg með það, heldur hann hefur örugglega verið sendur hingað því að Hitler hefur ætlað sér að hertaka Ísland eins og tilefni var og hefur svo ætlað að koma hér og þá áttu menn náttúrulega að vera reiðubúnir í búningum og öllu. Það er ekki nóg með það, heldur hefur úr sama búi varðveist þessi hjálmur, þýski hjálmur sem var þarna. Og ég segi nú bara, ég ætla að smella honum aðeins á mig. Mér var nú bara orðið að ég er ekki hissa þó að Þjóðverjar hafi tapað stríðinu eða þeir þurftu að rappa í gegnum alla Evrópu með þennan stálhatt á höfðinu því að hann er ótrúlega þungur og harður. En allavega, það sem var svo skemmtilegt við þetta, þegar að stríðinu lauk, þá varð hjálmurinn eftir og endaði hjá rafverktaka hér í bæ. Á þessum tíma var verið að koma með fyrstu hilti, byssur sem var hægt að skjóta úr, þetta voru naglabyssur, mjög frumstæðar, þetta halda á byssunum og svo þetta berja á þetta með hamri og þá skaust naglinn úr. Vinnueftirlitið komst náttúrulega í þetta og sagði að það er ekki hægt að vera hjálmlaus í svona, þannig það er skylda allir sem eru með hiltibyssur, þeir nota hjálma. Rafverktakinn, það var ekki tilneitt hjálmur á verkstæðinu nema þessi og hann var notaður í hvert skipti sem þurfti að skjóta nagla í steip eða stein eða eitthvað. Það er náttúrulega engin hlíf á þessu, þannig að náunginn sem stóð við hliðin og þurfti að halda við eða vera kannski 20 sentimetra fjarlægð, hann var algjörlega óvarinn, en höfuðpaurinn sem hélt á hamrinum og skaut, hann var með þennan hjálm. Svo erum við komin hérna, svona eitt mest sjarmerandi horn á Akureyri segi ég. Þetta hús brann á sínum tíma, fyrir ekki svo mörgum árum síðan. Skemmdum svona kannski ekkert voðalega mikið, en umræðan sem þá var, þegar var verið að fara að gera þau upp, það kom frá pólitíkusunum, eigum ekki að færa húsið og rýmka hérna gatnamótin og færa húsið aðeins til hliðar. Og hefðum við gert það, þá hefði þetta horn hérna, það hefði ekki verið svona skemmtilegt. Og það skyldi þó ekki vera, og nú er ég bara fabúlera, að þessir viðkomandi aðilar hafi verið einhvers staðar erlendis að ganga þröng húsasund og dásta hvað þetta væri fallegt. En á sama tíma kannski vilja færa þetta hérna. Erum ekki alltaf sjálfum okkur samkvæm í þessu. En þetta er perla.